Guðjónsdagurinn eða Guðjónsmótið fer fram á laugardaginn kemur og við ætlum að fá að forvitnast örlítið það mót. Hann er á línunni hjá mér, Sævar Þór Gíslason hjá knattspyrnudeild UMFS, Selfoss. Góðan blessaðan daginn. Herri, þú ætlar að segja okkur örlítið af mótinu sem að framfer á laugardaginn kemur. Já, við erum að halda núna á Guðjónsdaginn í 7. skipti. Já. Þeir minningar Guðjón Ægir Sigurjónsson sem féll frá 2009 með svipulegum hætti. Hann var ansi öflugur í okkar starfi, bæði í stjórn og meistarlóðs á öðru. Þannig við erum ákveð að halda minningar á lofti. Þetta byrja bara að mótni til í 2009 og það firmamót. Og svo farið yfir í partíum kvöldið og skemmt sér í Hvítahúsinu. En við erum að tala samt að það er eitthvað ákveðin fjöldi liða sem kemst að ekki? Jú, það eru 20 lið sem koma að stað. Við bara getum ekki tekið fleirum. Þannig að við hefum búin að flytja þetta yfir bara í annað íþróttahúsi. Já. Við erum semst bara í Iðu og getum bara ekki tekið meira en 20 lið. Akkurat. Þannig að það hefur verið fullt í móti síðust ár. Bara alveg staffullt. En einmitt fyrir það sem er að hlusta okkur núna og heyra af þessu móti í fyrsta skipti, hafið þið haldið þetta oft? Þetta er í 7. skipti. Já. 7. skipti, síðan 2009, sem við féll frá. Þannig að það það hefur verið fullt. Vorum í 2 íþróttahúsum. Já. En ákveðum að breyta og fara í það sem að stemmingin myndast bara öðrum megin, sko. Heyrðu þið eitthvað í mér? Já, ég heyri þið núna. En sem sagt, þetta hefst allt sem átt 9:00 á laugardaginn og fyrir þá sem að kannski vilja skrá sig í mótið, hvað er best að skrá? Það bara að hafa samband, annarkvæmt á Facebook, viðburðinum eða hringja í mig. Það eins og staðan núna, þá eru 7 sæti laus í mótinu. Já. Það eru komin 13 lið eins og Þannig að Guðjónsmótið, er það síðan? Þetta Guðjónsmótið, Guðjónsdagurinn. Það síðan. Inn á Facebook? Já. Þetta náttúrulega bara viðburður sem boðið á, en ég var að reyna að opna þetta eitthvað, en það bara að fara inn og læka það. Ég skil þig. En það er líka þetta sambandið með á Facebook bara, eða í tíma, það hjá mér eða sveimbindin á. Þannig að öllum frjálst taka þá. Já. Og þáttugjaldið, það svona farið í fólk, en það var sett upp, það 2 gjöld í gangi. Já. Annars það 45.000 krónur fyrir þáttugjald á liðið. Og innifalli í því 10 miðar á Guðjónsballi um kvöldi. Og ef þú hefur ekki áhuga á að taka miðana, þá þáttugjaldið bara 35.000 krónur á lið. Já. Og meina þetta í rauninni bara 10 miðar sem í boði, aukarlega. Inn á ballið, ef þú tekur 40.000 krónur, þá varst að fá miðan á 1.000 kall í stæði, það kostar 15 krónur á ballið. Ég skilji. Þú ert að greiða. En þetta boltaband, nú ég eitthvað að spyrja örlítið um það. Þetta eru þeir hluti af bjórbandi og ásamt góðu gestum. Já. Svo hefur það nú yfirleitt stemmingin á þessu balli hefur verið þannig að það hafa í rauninni bara hver sem tekin upp á svið að syngja, sko. Jaha. Þarna hafa menn eins og Elvar Gunnarsson og Hermann Ólafsson, Kjartan Björnsson, það hafa margir tekið lagið, sko. Þannig að það eru fjölmargir gestasöngurar? Það bara þeir sem vilja syngja, þeir eru örugglega velkomnir upp að syngja lag, sko. Það nú yfir stemmingin í þessu, sko. Já. En eru liðin í búningum? Er eitthvað svona í kringu það? Það hefur nú verið skemmtilega við þetta að við hefum verið með búningakeppni. Já. Velna fyrir bestu búningana og ætlum að breytta upp á nýjung í ár. Þannig að það eru bestu búningarnir og það svo einnig kosið besti leikmaður, eftirtektur þessi leikmaður, bæði kalla og penna. Já. Og svo hefur verið tekið upp á þeim síðan núna að nú verður valið besta stuðningsliðið. Jaha. Í stúkunni. Þannig að það verða aukaverðlaunanna og svo gaman að segja frá því að það verður eitthvað nýjungar aukarlega.
En erum við kalla og kvennalið eða er þetta eitthvað blandað eða hvernig virkar þetta? Það er blandað og það er nú skemmtilega með það. Hún Þórdís, hans Guðjóns. Já. Hún var svo samþykk, hún var að reyna að fá stelpur til að vera með í mótinu og það hefur verið bara frá byrjun mótsins, bara fyrir 7 ára síðan. Það var ein regla við gildi sem að mun alltaf vera og það er ef að kvenmaður skora 2 mörk, skora mark, það er gildi sem 2 mörk. Já. Það er mjög gott að hafa stelpur í sín liði. Ég skil þig. Fara vantarlega þeir sem ætla að taka þátt að fara að vinna í því. En hvernig með reglur og annað mótin? Er það svona þessi hefðbundnu reglur fótboltans eða? Já, þetta er náttúrulega bara eins og þessar reglur innan fótbolta. Það eru 5 inn á einu og reglan okkur er svo að það má einungis 1 leikmaður sem spila hefur í Íslandsmóti ári áður sem 2015. Það máttu bara 1 meistaraflokksleikmann inn á í einu. Já. Það er til að gefa fyrirtækjum meiri séns sem eru með sitt fólk bara svona meira í hópunum að menn að smala sér saman. Ég skil þig. En þetta er regla sem hefur verið tekið mjög vel og eins þessi með stelpunar ef þær skora. Þannig að það er það sem gerir þetta skemmtilegt. Þetta er snilld. Þú sett að vinna leikin 1-0 og svo kemur aftur getur svona stelpa að skora og þá áttu bara að tapa 2. Það er ágætt sko. En ég hveti alla til þess að sem ætla að taka þátt að drífa sér að skrá sig í mótið og við hinn hlokkum bara til að mæta á laugardaginn og fylgjast með. Já, það er alveg búið að frábær stemming bara í húsinu síðustu ár. Það er alveg milli 400 til 600 mann sem er að rúlla gegnum húsi yfir daginn, þannig að þetta er alveg rosalega gaman. En hvað, þetta byrja klukkan 9 og líkur hvenær? Já, eins og staðan er, það verður auglýst alltaf, stefnum að byrja klukkan 9 en svo verður bara að sjá hvernig skráningi fer. Já. Hvernig það fer með þessu margir skrá sig og þá getur þú þurft að breyta tímasetningunni, þá byrjum við kannski 10 eða það kemur bara ljós. Já, akkurat, svona líður á vikuna. Já. Sævar, takk fyrir þetta og ég segi bara góða skemmtun til ykkar helgina. Takk fyrir það. Alltaf fína. Já, bless. Já, skemmtilegt, það er svona smá drullubolta fílingur á þessu að vestan, allir í sínum búningum og sem sagt liðin sem taka þátt en svo er það áhorfandapallarnir, það verður verðlaun fyrir sem sagt besta stuðningsliðið, þannig að það er allt í boði og stelpur, ef þið ætla að taka þátt þá sem sagt og þið skorið, þá fáið þið sem sagt jafngild 2 mörk en ef strákarnir skora þá jafngildir það 1 marki, þannig að ég hvet ykkur sem ætla að taka þátt að drífa ykkur að setja skvísirnar í liðin en það verður gaman að fá að fylgjast með þessu.